everything that has breath. Praise the Lord, praise the Lord. I praise in the valley, I praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I doubt it. I praise when I'm numbered, I praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Takk Jesus, velkomin á samkomu. Gaman að sjá ykkur hér í dag, það skín sólin úti og hún skín í hjartað okkar líka. Við ætlum að lofa hann sem konungur alls. Má ég heyra amen? Við ætlum að fara með vensta Jeremía 29:11. Því að það fyrirætlanir sem við hyggjum yfir fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yfir vonaríka framtíð. Var það ekki rétt? Skott! Amen! En við ætlum að lofa Guði í dag, við ætlum að gefa honum dýrðina. Halleluja! Þetta verður góður dagur og frábær predikun sem við erum að heyra. Takk Jesus, halleluja. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. 'Cause praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Takk Jesus, halleluja. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh
Jesus, halleluja. Má ég heyra amen. Takk, Jesus. Við ætlum að fara í lofgjörð, halleluja. Þú ert heilagur Guð, halleluja, við lofum þig. Við lofum þig heilagur Guð. Verður ertu drottinn minn. Þú ert verðugur alls. Ég elska þig og ég lofa þér nafn, drottinn minn. Helgist þér. All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, "You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory." All the saints and angels bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, "You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You worthy of it all. You worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve glory. Takk, Jesus. Day and night, night and day, let incense to rise. Day and night, night and day, let incense to rise. Day and night, night and day, let incense to rise. Day and night, night and day, let incense to rise.
Halleluja. Helgist þitt nafn, drottinn Jesús. Hann verðugur alls. Amen. Verðugur alls. Amen. Ég veit ekki hvort það sé að heyrast í mér. Jú, það eitthvað að heyrast í mér. Það sem gerist í lofgjörð að nærvera Guðs verður áþreifanleg. Og okkur kennt í orðinu að við höfum að heiðra Guð því að hann verðugur alls. Það var eiginlega 2 vers sem að mér langaði til þess að svona deila með ykkur og eins og þið vitið þá viljum við gera hlutina biblíulega, ekki af því að bara. Það svo auðvelt að gera hluti án þess að vita af hverju þú ert að gera þá. Og þá töpum við oft þessu innihaldi og raun og veru það sem Guð að bjóða okkur inn í. Það alveg svo hann að bjóða okkur inn í nærveru sína þegar við erum að lofa hann. Biblían segir, karlmenn að lyfta upp heilugum höndum. Og ég strögglaði við þetta. En svo þegar ég geri þetta, þá vill ég ekki gera neitt annað því ég upplifði frelsið í því hvaða að lyfta upp heilugum höndum. Að þú fyrir að upplifa, Guð hefur helgað mig. Hann hefur tekið mig frá. Það ekki af því að ég gerði eitthvað rosalega flott eða eitthvað, annað en að ég trúði. Ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna eins og 1. Tímóteusarbréfinu, 1. kafla, afar skemmtilegt. En hann svona þunga með henni í þessu, hann segir markmið þessara hvatningar kærleikur af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausi trú. En svo segir hann, sumir eru viknir frá þessu og hafa snúið sig til hégómamáls. Þannig að það hægt að snúa sig frá það sem Biblían að kenna okkur. Og í kjölfarið þá hann að segja frá því hvernig sumir verða lögmálskennendur og hann að segja lögmálið, það fallegt og gott. Það bara ekki fyrir réttláta. Og ef að þú hefur sagt já við Jesú, þá búið að réttlæta þig. Það þýðir að þú stendur rétt með Guði. Það þýðir að þú ert saklaus frammi fyrir Guði af því að þú meðtekur að Jesús varð að synd mín og þín vegna. Og svo förum við yfir í 6. kaflan. Ég held ég sé að vera orðin svolítið góður í að vera með stuttar ræður. Já, hérna talaði ykkur sem sóttekinn af þrætum og orðastælu, þjark og þras og já, við ætlum svona aðeins að reyna að fara við það. Og hann segir hérna kemur eitt gott vers, hann segir, já, guðhræðslan, samfara nægjusemi mikill gróða vegur. Og þetta og síðan kemur hann að þessu, við tókum þetta síðast líka, og hann segist, þeir sem ríkir vilja verða, falla í freistni og snöru og allskyns óvitilegar og skaðlega fýsnir og sökkva mennu niður í tortímik og glötun. Þannig að peningar geta aflétti. Og þess vegna Guð að bjóða okkur inn í aðferð sem að hann að tala sem við lærðum, ef við hættum að sá þá hættum við að elska. Þú hættir líka að uppskera, en þú ert líka hættur að elska. Þetta svolítið góð setting. Og stingur svolítið inn í þið. En hann að segja þetta, að hann að bjóða þeim að ríkismönnum þessar aldar, 17. versi 6-17, að reykja sér ekki inn í treysta fallvöltum auði, heldur Guði sem lætur oss allt ríkulega í til nautnar. Hugsa ykkur, við mögum njóta alls. En hann að bjóða, hann segir, hann bjóða þeim að gjöra gott, vera ríkir á góðum verkum, örlátir, fúsir að miðla öðrum. Með því safna þeir handa sjálfum sér fjársjóði sem góð undirstaða til hins ókomna og munu geta höndla því sanna líf. Það þetta andlega líf sem hann að bjóða okkur inn í. Og hérna kemur þessi beina tenging. Hvað við gerum með peningan okkar tengist andlega lífinu. Stutt og góð kennsla. Það ná þessu?
Þannig að nú getur þið fara heim og lesið fyrsta Tímóteusarbréf. En við skulum biðja, Faðir, við þökkum þér fyrir að þú ert að bjóða okkur, leiða okkur inn í efnahag sem er stundum ofar okkar skilningi. Og Drottinn, ég bara þakka þér fyrir að þú hjálpar okkur að gera það sem er rétt. Jafnvel þótt að séu örðugar tíðir, hlutirnir fara ekki eins og við viljum, að þá viljum við bara halda áfram að gera rétt. Við viljum ekki hætta að sá, Drottinn, því við viljum ekki hætta að elska. Drottinn, þú elskaðir okkur af fyrrabragði. Og Drottinn, ég bara lyft upp sérhverjum og einum og það sem er gefið hér í dag í fórn til þess að taka þátt í góðu verkunum sem þú hefur þegar fyrirbúið. Þá blessa ég einn og sérhvern í Jesú nafni. Ég hef glemt að segja ykkur aðeins frá því. Ég gjör svo vel að kona mér var að sýna mig myndir í morgun að það var áframhaldandi barnastarfið sem að þið eru að sá á Filippseyjum. Og þarna voru dansandi, ánað og allt og við þurfum eiginlega að sýna ykkur myndir næst. Og þarna eru yfir 100 krakkar sem verið að blessa og þetta er geranlegt vegna þess að þið, fjármagn héðan, við erum að styrkja þau þar. Ok? Bless ykkur. Endilega rísum á fætur og höldum áfram að lofa Guð. Complete, forever I'm free. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Power on earth, even the grave, from mercy and grace, is faithful to save. That never fades. Calvary covers it all. Sing it sama. Covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has raised my soul. Calvary covers it all. All praise to the one
Jésús, halleluja. Helgist þitt nafn. Heilagur Jésús. 'Cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future, and it's worth living. 'Cause I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. Know who I am, 'cause I know who you are. The cross of salvation was only the start. Now I am chosen, free and forgiven. I have a future, and it's worth the living. 'Cause I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. Hallelujah. You call out my name, so I sing out your praise. Hallelujah. You buried my past, and I'm not going back. Hallelujah. You call out my name, so I sing out your praise. Hallelujah. You buried my past, and I'm not going back. 'Cause I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. And I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. I wasn't made to be tending a grave. I was called by name, born and raised back to life again. I was made for more. So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours, and I was made for more. Takk Jesús, syngjum saman. Hallelujah. You call out my name, so I sing out your praise. Hallelujah. You
So why would I make a bed in my shame when a fountain of grace is running my way? I know I am yours. I was made for more. Takk, Jesús, halleluja. Að frétta hér í dag, dýrsi þér Jesús. Ef að þið fundið ekki einhverja hlekki brotna hér í dag, þá eru þið bara á grafabakkanum, hugsa ég. Ég ætla að vona að það sé nú ekki þannig með fólki hér inni. Halleluja. Rísum aðeins á fætur. Það er nefnilega svo frábært. Ég var í dásamlegu afmæli í gær hjá Dögminni. Og einhver hluta vegna, þá vildi hún að ég segði nokkur orð. Ég var að tala lofgjörina. Og vinir, við höldum að lofgjörð sé eitthvað sem við gerum bara á sunnudögum. Lofgjörð er lífstíl. Lofgjörð er það þegar við gefum Guði dýrðina í öllum kringumstæðum. Lofgjörð er það þegar við þökkum alla hluti. Því að það er vilji Guðs í Kristi Jesú. Lofgjörð er það þegar við lítum til Drottins, þegar við vitum ekki upp niður hvernig hlutirnir eiga að vera og við segjum Drottin, ég treysti þér. Lofgjörð er það þegar ég fæ ekki vilja mínum að ég samt lyft upp nafni Drottins og ég segi Drottin, þú ræður betur. Lofgjörð er það þegar við gleymum því sem að baki er og seilumst eftir því sem framöndan er. Lofgjörð er í rauninni það að krossfesta holdið. Þegar við réttum hendur til himins og við segjum Drottin, ekki minn vilji heldur þinn. Það er lofgjörð. Og vinir, ég trúi því að hér í Smárakirkju þá munum við vera sannir tilbiðendur. Við munum tilbiða Guð í anda og sannleika. Við munum lyfta upp nafni Jesú þegar okkur líður ekki þannig og við munum sjá múra brotna. Má ég heyra amen? Halleluja. Og við ætlum að sjá múra brotna. Drottin, við bara komum fram fyrir þig, Drottin. Við lyftum upp þínu nafni, Drottin minn, og ég þakka þér fyrir trúfesti þín og náð og miskun. Drottin, ég þakka þér fyrir að þú býrð í lofgjörð lífsins. Ég þakka þér fyrir, Drottin minn, þinn heilaga anda. Drottin, ég bið að starfa fyrir anda þinn, Drottin. Viltu starfa fyrir orð þitt, viltu starfa fyrir anda þinn, Drottin. Gjað okkur eyru sem að heyrir hvað andinn segir svefnuðnum. Gjað okkur Drottin minn, að taka við orðið þínu, Drottin minn, að við vökvum orðið, að við hugleiðum orðið, og orðið verið hlutar líf okkar, Drottin minn. Og Drottin, að við, Drottin, berum mikinn ávöxt. Drottin, ég bið fyrir Kalum þegar hann talar orð þitt hér í dag. Drottin, ég bið að blessa Kalum, ég bið að blessa fjölskyldans. Drottin, ég bið að blessa Haneli í það sem hún að jafna sig eftir aðgerð. Drottin, ég bið að blessa börnin hans. Ég bið að víkka út tjaldtala Guðs ríkisins í gegnum þau fjölskylduna, Drottin minn. Ég bið fyrir okkur að við mættum taka móti, Drottin. Gefðu Drottin, viltu gefa blessun, Drottin. Viltu starfa fyrir anda þinn og við biðjum í Jesú nafni og allir liðurinn sagði. Amen. Hvernig var að gefa Kalum, please, my brother, og Hilmar, gjörðu þið svo vel. Amen. Afternoon. Góðan daginn Good daginn. Takk fyrir. og takk fyrir, já. Þetta reddast. Tartaratas. Amen. Hallelujah. Okay, let's pray. Við skulum biðja. Heavenly Father, we thank you Faðir, við þökkum þér fyrir and we pray that you would have your way this afternoon. að þú hefur þitt lag hér í dag. I pray for myself and Hilmi Ég bið fyrir mér og Himma that we will only say what you want us to say að við segjum aðeins það sem þú vilt að sagt verði and the manner in which you want it said. á þann hátt sem þú vilt að verði sagt. We render ourselves to you as vessels for your will and purpose. Við auðmýkjum okkur undir þig sem kér þín.
Speak through as I pray. Talaðu í gegnum okkur, við biðjum þess. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. 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 So sometimes I get these weird and wonderful questions in my own mind. Stundu þá fæ ég svona furðulega spurningar í eigin höfði. And this week I was wondering to myself, why when I was saved did God not just take me to heaven? Og ég var að velta fyrir mér að því ég frelsaðist, af hverju tók Guð mig ekki bara til himna? You know, it would be wonderful sitting here on a Sunday and suddenly there's a pile of clothes sitting next to me in the chair. Someone gone. Whoop. Það væri gaman bara að sitja einn á samkomu, svo var ég bara allt í einhver fatarhúa bara hjá einhverjum, af því að hann væri farin til himna. Gone. Bara farin. But God decided differently. En Guð ákvað að gera hlutin öðruvísi. And for me there was two reasons that came up. Why? Og fyrir mér þá fann ég svona tvær ástæður af hverju þetta var svona. One is obviously what we've been discussing over the last few months. Og ein sjálfsagt það sem við höfum verið að ræða undanfarnar vikur. Where God is taking us from one degree of glory to the next. Það sem Guð að færa okkur frá dýr til dýrdar. He's making us more like Christ. Hann að gera okkur líkari Kristi. And he does that through pruning. Og hann gerir það í gegnum það að sniðla okkur til. Through events, through people, through jobs, through whatever circumstances, God will prune and shape and fashion us. Það í gegnum alls konar aðstæður í vinnunni eða vinnafólk eða hvað sem hann notar til þess að klippa okkur til. But the second reason En önnur ástæðan is what I want to look at today. það sem að mig langar að skoða nánar í dag. Is how did we come to faith? Hvernig komumst við til trúar? Faith comes by hearing, Trúin kemur af því að heyra, eða hearing the boðinu, word of God. að heyra orð Guðs. So someone had to tell us. Þannig að það var einhver sem þurfti að segja okkur So guess why he left us? og getið þá til af hverju hann skildi okkur eftir. One, we are being changed. Í fyrsta lagi þá hann að umbreyta okkur í líkingu svona síns The second reason, I believe, is that we can tell other people about him og önnur ástæðan sennilega svo að við erum hér til þess að segja öðrum frá and help them be pruned and changed and shaped. og hjálpa þeim að vera sniðluð og klift til og ummyndast til ímyndunar sonar hans. So I was thinking about this. Og ég var að íhuga þetta And the message of, the title of my message today, og titill boðskaparins í dag, it's quite a mouthful. þetta löng setning, A living sacrifice lifandi fórn, does the will of God, gerir vilja Guðs, because faith without works is dead. af því að trú án verka dauð. You see, Romans 12, 1 and 2 Að Rómverjabréfið 12, 1 og 2, says, I appeal to you, therefore, brothers, það segir hann því brýni yður bræður, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfveður að lifandi heilari Guði þóknarlegri fórn. holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Og það sönn og rétt Guðstyrkun af yðar hendi. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, Hegðið yður eigi eftir öll þessari, heldur takið háttaskipti með endurnýjum hugafarsins. that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Svo að þér fáið að reyna hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Amen. You see, we are not to fit in this world we are on. Okkur ekki ætlað að við að passa inn í heiminn. It's very easy to fit in, Það mjög auðvelt að passa inn í heiminn. but it's very difficult to be the lamp on a lampstand En það erfiðar að vera eins og ljósviti sem að lýsir skýrt. But we are not called to be the fitter-inners. En við erum ekki kölluð til þess að bara blanda saman við og vera bara í sama strömi. We are called to be set apart. Við erum kölluð til þess að vera frátekinni aðskilin. We are called to be that lamp on a lampstand. Við erum kölluð til þess að vera þessi ljósastikka. And the light is shining not for our glory, Og ljósið það ekki að skína fyrir okkar dýr, but for His. heldur fyrir hans dýr, Drawing men sem to að dregur Christ, menn til Krist, holy and acceptable to God. sem eru heilagir og velþóknarlegir Guði. So what is the will of God? Og hver þá vilji Guðs? In Proverbs 25:2,
Í Orðskönum 25:2 it says that the glory of God to conceal all things, but the glory of kings to search things out. það segir að Guð það heiður að dylja mál, en konungum heiður að rannsaka mál. You see, when we start digging and understanding and asking questions of God, Þegar við byrjum að spyrja Guð spurninga og förum svona að grafast fyrir we start to know more about Him. þá förum við að læra að þekkja hann betur. You see, we think maybe one of the thoughts I had was, okay, why did you not just take me home Og eins og ég sagði, ein af hugsunum mínum, akkur bara tókstu mig ekki heim? so that my eternal life may start already? Þannig að eilífa lífið mitt mætti bara byrja þá og þegar. But actually, that's the wrong theology. En það bara röng guðfræði. Because my eternal life starts now, Af því að eilífa lífið mitt byrjar hér og nú. not one day. Ekki dag einn. When my physical body dies, do I start having eternal Eða life? þegar jarneski líkami minn deyr, að þá byrja ég eilífa lífið. So John 17:3 Jóhannes 17:3 said, and this is eternal life, that you know the only true God and Jesus Christ whom you have sent. En það hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. It doesn't say you have to know about Him. Það talar ekki að þú þurfur að vita hann. It says you need to know Him. Það segir að þú þurfur að þekkja hann persónlega. That's when your eternal life starts to work. Þá byrjar eilífa lífið þitt að virkilega að virka. It's a personal relationship with you and Jesus. Það persónulegt samfélag milli þín og Jesú. Because He knows everything about you, Því að hann veit allt þig and we are going to learn everything about Him. og við ætlum að læra allt hann. Right into eternity, Allt inn í eilíðina. we'll still be learning about Og God. við verum ennþá að læra Guð. So, Þannig, Hebrews 2, Hebreabréfið 2. kapli, 14 vers 14 to 18. til 18. What good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? You said 14? Yes, Okay, I went wrong. it's okay. Hebrews 2:14. 2. 2, 12. Tvö. That's not the same. Okay, No? okay. Where am I? Am I in 3? I don't know. That's all right. Það segir, það sem nú börn eru af holdi og blóði, þá hefur hann og sjálfur fengið hlutdeild í mannlegu eðli á sama hátt til þess að hann með dauða sínum gæti að engu gjört það sem hefur mátt dauðans. Það að segja, djöfullinn. But you said something else. Don't know. Did I say? It's James. James, man. Sorry. That's James. Sorry. Sounds like a James. Yeah, James. Sorry. James 2. Yeah, that's a James James. 2. There we go. Það er Jakobsbréfið. Sorry. 2:14. Hvað stóð það, bræður mínu, þótt einhver segist hafa trú en hefur eigi verk, mun trú hans geta frelsa? Man. You see, that questioner, can faith save him, is not directed at can say my faith save me. It's directed at can my faith save Sibba. Spurningin þarna er ekki hvort að trú mín geti gert mig hólpin, heldur getur mín trú veitt hjálpræði til Sibbu. So if we read the preceding verses, James is talking about us helping the poor. Þegar við lesum samhengið í kaplanum, að þá er hann að tala að hjálpa hinnum fátæku. True religion is this, or undefiled religion is this, that you look after the widows and the orphans. Sönn guðrækni er að þú sjáur ekkjur og munaðarlausa. And if we go even further back, it was talking about don't show partiality. If the poor man comes in, don't ask him to sit in the bad place, and the rich man comes in, you give him a place of honor. Og ef við förum aftar í textan, þá er hann að tala að fara ekki í manngreiningarálit. Ef ykkur ríkur kemur á samkomu, þá gefur þú honum hefðarsæti og fremsta bekk, en hinn fær bara að sittast eitthvað staðar frammi. So hence it says, faith without works is dead. Og þess vegna er hann að segja að trú án verka er dauð.
Because my faith, your faith saves you. Því að mín trú eða þín trú, hún veitir þér hjálpræði. But our works are what is used to reach out to someone else. En það eru góðverkin okkar sem að gera það verkum að við náum til annara. So when God is shaping and fashioning you, Að þegar hann að Guð að sniðla til og skerpa hinn nýja, making you a lamp on a lampstand, að gera þig að ljósastíku, is so that you can share the gospel with someone else. það til þess að þú geti deilt fagnaðar erindunum með öðrum. It's not for your own benefit, purely. Þetta ekki allt bara í þína þágu, vissulega. You see, and when we start digging, we find 3 little scriptures that tell us what the will of God is. Og þegar við byrjum að grafast fyrir í orðinu, þá finnum við 3 vers sem að segja okkur hvað vilji Guðs er. Hopefully, see, this is not the complete will of God. En þetta ekki, augljóslega ekki allur vilji Guðs. So this is the right scripture. 1 Timothy 2, Og þetta rétt vers, sjónum. Þetta 1. Tímóteusar bréf, 3 and 4. 1. Timothy 2, 3, 4. 3 and 4. This is good, and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to knowledge of truth. Þetta gott og þóknalegt fyrir frelsara vorum Guði, sem vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Micaiah 6:8 says, He has told you, O man, what is good, and what does the Lord require of you but to do justice, to love kindness, and to walk humbly with your God. Hann segir í Míka 6:8, hann hefur sagt þér maður hvað gott sé og hvað heimtar drottin annað að þér en að gera rétt, ásunda kærleika og framganga í lítillæti fyrir Guði þín. And 1 Thessalonians 5, Og í fyrra Þessalóníkubréfinu 5. kapla, 16 and 17 and 18, 16, 17, 18, says, Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. verið ætíð glaðir, biðið án afláts, þakkið alla hluti, því það vilji Guðs með yður í Kristi Jesú. So we have a purpose in God. Þannig að við höfum tilgang í Guði. You see, and if we are truly living as a living sacrifice, Þannig að ef við erum sannlega að lifa sem lifandi fórn, then it's not what we want, but what God wants that's important to us. þá fjallar það ekki hvað við viljum, heldur hvað Guð vill sem að skiptir mestu máli fyrir okkur. Because the rest of the world that we are asked not to conform to Því að restin af heiminum sem okkur sagt að við eigum ekki að mótast eftir, is running around feeding their own desires. hleypur og að bara seðja eigin þrár og girnd. But we are not asked to do that. En okkur ekki sagt að við eigum svo að haga okkur. Otherwise, God would have taken us home. Annars væri Guð bara að taka okkur heim. So God desires people to be saved. En að Guð þráir að allir menn verði hólpnir. And I surmise the second thing is that we have good works to be done through us. Og hann vill að það séu góð verk sem eru framkvæmd í gegnum okkur. Doing what is good and acceptable and perfect. Gera það sem Guði velþóknanlegt, fallegt og fullkomið. Such as making supplications and prayers. Eins og að biðja fyrir öðrum. Interceding on others' behalf. Að vera á fyrirbæn fyrir aðra. Living with thanksgiving. Að lifa í þakklæti. To be just and kind and humble. Að lifa réttlátlega, vera góðgjörn og auðmjúk. But we're also asked to do some things that are not so nice. Og það eru aðrir hlutir sem okkur bent á sem eru ekki svo góðir. We're asked to admonish, in other words, reprimand, correct. Okkur bent á að áminna og ávíta og leiðrétta. And Romans 1:32 says, Í Rómverjabréfinu 1:32 segir, though they knew God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, they not only do them, but give approval to those who practice them. Og það eru þeir menn sem þekkja réttdæmi Guðs og vita að þeir slíkt fremja, eru dauðasekir, samt fremja þeir þetta og gjöra ekki góðan róm að slíkri breytni hjá öðrum. And I pray that that's not us. Og ég vona að það sé eigi ekki við okkur. That are encouraging the world and people in the world to do the wrong things and saying, that's fine, we condone it. En heimurinn, hann
elur á þessu og segir, já, við styðjum þetta. That's where we have to stand firm on the word. Og þar þurfum við að standa styrkum fótum á orðinu. That's where we have our balance, our constant in Christ. Og þar höfum við jafnvægið og við erum stöðug í Kristi. And the flesh might be saying, please don't say that, Callum. Please don't say that, Callum. Please don't say that, Callum. Og holdið það fyrir náttúrulega í vælingir og segja, ekki segja þetta, Callum, ekki segja þetta svona. But we have to, En við verðum að segja þetta. because that's what God is asking us to do. Því það það sem Guð að biðja okkur að gera. Not to condone the sinful acts of this world. Að við séum ekki að mæla með syndugu atferli heimsins. How painful it might be. Hversu þjáningafullt það getur verið. How close the person might be to us. Það skiptir ekki máli hversu nátengt manneskjan okkur. That we have to point these things out to. Við þurfum að benda á og árétta þessa hluti. Because it's not about me feeling good. Þetta fjallar ekki að mér líði bara vel. It's I want to see that person saved. Ég vil sjá þessa mannesku eignast hjálpræði. I want to see them flourishing in the kingdom. Ég vil sjá hann blómstra í Guðsríkinu. And we need to flush out these things which are hindering us from the fullness of God. Og við þurfum að skóla út og bara sturta niður svona hugmyndum sem að halda okkur frá vilja Guðs. So God has good works for us to do. Þannig að Guð hefur góð verk fyrir okkur til að framkvæma. And they're not all easy. Og það ekki allt auðvelt, But we have to do them. en við þurfum að framkvæma þau. And he carries on, he says, encourage others. Og hann heldur áform að segja, brýnið aðra, Help others. hjálpið öðrum, Be patient. verið þið þolinmóð. Okay. Don't repay evil for evil. Ekki gjalda illt með illu. Just because someone slaps you on the cheek, turn the other one. Ef einhver slær þig utan þig, þá áttu bara að rétta hinn vangan. Well, that's out of context, so Það ekki samræmi. I repent. I repent. Anyway, do good. En gerið gott. You see, rejoice always, pray without ceasing, and give thanks in all circumstances. Hann segir okkur að vera sífellt fagnandi, vera glaðvær, vera sífellt biðjandi og þakka alla hluti. You see, we have good works that God has gone before us and prepared beforehand for us. Guð hefur þegar fyrirbúið verk, góð verk fyrir okkur til að framkvæma. And those good works are specifically for you. Og þetta eru skilmerkileg ákveðin verk aðeins ætluð þér. God created you. He knitted you together in your mother's womb. Hann skapaði þig, hann nýtti þig saman í móðurkviðinu. Even before you were conceived, he knew who you were going to be, your purpose. Og áður en þú fæddist þá vissi hann hver þú varst og hvaða tilgang hann hafði í hjarta eða huga fyrir þig. And we need to ask him to empower us to be able to fulfill that will and purpose. Og við þurfum að biðja hann að valdefla okkur, að gefa okkur kraft til að uppfylla vilja hans. It's not by our own strength or by might. Þetta ekki með valdinni krafti eða eigin valdinni krafti. It's not with our own cleverness. Þetta ekki fyrir okkar eigin gáfur. But it's by his Holy Spirit Heldur fyrir leading anda us. hans. The word of knowledge spoken in exact moments Þekkingarorð sem talað á réttu augnabliki. that opens the heart of a person. Sem opnar hjarta viðkomandi. Even we have no clue why God is asking us to say that. Og við höfum kannski enga hugmynd af hverju Guð að biðja okkur að segja akkurat þetta atriði. We obey. Þá hlýðum við. Because we as the body are told, take the prophecy, take the word, and weigh it. Og okkur sagt samkvæmt orðinu að við höfum að meðtaka spátansorðið og við höfum að dæma þau, að vega það og meta. Not just run hard after it now. Ekki bara hlaupa eins og vitlýsingar á eftir því. As the season and time unfolds, God confirms the word for you. Og eins og tíðin og tímarnir vinda ofan af sér, að þá mun Guð staðfesta þetta orð. So it's important we understand. Þannig að það mikilvægt að við skiljum. Ephesians 2:10 says, we are his workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Og
Og í Efesus 2:10 þá segir að við erum smíð Guðs, við erum skapaðir í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skylum leggja stund á þau. Amen. Amen. And he's commissioned us Hann hefur skipað okkur to go and make disciples. til þess að fara og gera lærisveina. It's not that he comes and he says, I'm sending you out to go and make disciples. Hann kemur ekki bara og rétt klappaður á öxlunum og segir, ég að kalla þið þess að ná í lærisveina. His word tells us, therefore, go and make disciples. Heldur segið orðið, farið og gerið lærisveina. So you're commissioned. Þannig að það búið að gefa þið fyrirskipun. He's also given us a ministry of reconciliation and simultaneously made us his ambassador. Hann hefur gefið okkur þjónustu sáttagjörðarinn og gert okkur að sendi herrum eða erindrengum hans. 2 Corinthians 5:11-21, if you Annar want. Kórintubréfið 2 Corinthians 5:11-21. We're not going to read it. But if you want the scripture, there it is. We are called and given a ministry of reconciliation. Þar segir akkurat þetta vers að okkur gefin þjónusta sáttagjörðarinnar. Just as we have been reconciled with the Father through the Son, Eins og að það búið að sætta okkur við Guð fyrir son hans Jesú Krist. so we are to fulfill that ministry, that calling in reconciling other people who don't know Jesus to Jesus. Og þannig eigum við að halda áfram þeirri þjónustu að veita sáttagjörð til annara. And one of the ways that we can be that lamp on a lampstand Og ein af þeim leiðum sem við getum verið þessi ljósasteka is, by this shall all men know that you are my disciples, að með þessu munu allir menn vita að þið eru lærisveinar mínir if you have love one for another. ef þið elskið hvort annað. You see, unless you come to know Jesus Christ Og það ekki nema fyrir það að þú lærir að þekkja Jesú Krist and the Father through him, og faðirinn í gegnum Jesú, you don't know what love is, þá myndu aldrei koma staði að læra að þekkja hvað kærleikur because he is love. Því að hann kærleikur. And therefore we can display to the world a love that they have not seen. Þannig getum við útlistað fyrir heiminum hvað kærleikur sem heimurinn hefur aldrei síðan kynnst. The world is very familiar with an eros love. Heimurinn hann þekkir vel það sem við köllum eros ást. If you don't know what eros love is, that is the love of lust and sex. Og það eros orðið sem ber merkinguna fyrir losta og kynlíf. Not that that's a bad thing. Það þarf ekki að vera slæmt í sjálfu sér. Joking. Bara grínast. But agape love, the love that the Father has for you, that self-sacrificing love, that love that gives all, everything. En það þessi agape kærleikur, þessi sjálffórnandi kærleikur sem leggur allt í sölurnar fyrir aðra. That is love that we get to know when we know the Father through the Son. Það sá kærleikur sem við lærum að þekkja þegar við kynnumst föðurna. And that is a love that we are called to show the world. Og það kærleikunum sem við erum kölluð til að sýna heiminum. Amen. You see, you are called to be his hands and feet on the earth. Við erum kölluð til að vera fætur hans og hendur hér á jörðinni. His hands and feet. Matthew 25:31 says, Mattheus 25, 25, 31 to 40. 30-40. Hilma's favorite scripture. Uppáhaldsversið hans Hilmars. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, then he will sit on his glorious throne. Þegar mannssonunin kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu. Before him will be gathered all the nations, and he will separate people from one another as a shepherd separates the sheep from the goats. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvert frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. And he will place the sheep on his right, but the goats on his left. Sauðunum skipar hann sér til hægri handar en höfrunum til vinstri. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Og þá mun konungurinn segja við þá til hægri,
Komið þér, hinir blessuðu föður míns, og takið að erfð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. For I was hungry and you gave me food. Því hungraður var ég og þér gáðu mér að eta. I was thirsty and you gave me a drink. Þyrstur var ég og þér gáðu mér að drekka. I was a stranger and you welcomed me. Gestur var ég og þér hýstu mig. I was naked and you clothed me. Nakin og þér klæddu mig. I was sick and you visited me. Sjúkur og þér vitjuðu mín. And I was in prison and you came to me. Í fangilsi var ég og þér komu til mín. Then the righteous will answer him saying, Þá mun hinir réttlátu segja, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you a drink? Herra, hvenær sáum við þig, hungraðan, og gáum þér að eta eða þyrstan og gáum þér að drekka? And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? Hvenær sáum við þig gestkomin og hýstum þig, nakin og klæddum þig? And when did we see you sick or in prison and visit you? Hvenær sáum við þig sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? And the king will answer them, Og konungurinn mun svara þeim, I truly say to you, sannarlega segi ég yður, as you did it to one of these, the least of these my brothers, það allt sem þér gjörðuð einum minna minnstu bræðra, you did it to me. það hafið þið gjört mér. You see, this is one of the reasons why I believe we are left behind. Þetta eina megin ástæðan trúi ég að við erum skilin hér eftir á jörðinni. Other than God's pruning and shaping and fashioning us, Og það sem Guð að sniðla okkur til og móta okkur, but it's to reach out to those people that have not Jesus. það til þess að við náum til þeirra sem að eiga ekki Jesú. The widows and the orphans, Það eru ekkjurnar og munaðarleysingjarnir. the hungry and the thirsty, Þeir sem eru hungraðir og þyrstir. the stranger who is coming somewhere, new land, new foreigner, who's welcomed into that land. Útlendingurinn sem kemur og að leita nýrra haga og eignast nýtt líf í öðru landi. Provide clothing. Við gefum fatnað. Pray for those that are sick, that they receive the healing. Og við biðjum fyrir sjúkum að þeir verði heilir. Visit those that are in prison. Heimsækjum þá sem í fangelsi. And as much as that, I think he's talking about those physical prisoners, Og eins mikið og kannski meiningin ætluð þeim sem eru líkamlega í alvöru fangelsi. some of us are people out there in this world En þá eru líka sumir í heiminum, are prisoners in their own lives. þeir eru fangar eigin lífs. And they just need that word of truth Og þeir þurfa bara að heyra orð sannleikans to set them free. til þess að setja þau frjáls. So will we be the hands and feet? Þannig að viljum við taka áskorun að vera fætur og hendur Jesú. Will we raise up and be fulfilling the second portion of why I believe we are left behind? Og munum við rísa upp og uppfylla síðara ástæðuna fyrir því að við erum ennþá hér. Fulfilling the purpose and will and call of God on our lives. Að uppfylla þá köllun sem Guð hefur sett á líf hvers og eins okkar. Reaching out with the word of truth. Að við boðum eða færum út orð sannleikans. Doing what is good and right and acceptable. Gerum það sem rétt og þóknarlegt og fagurt. Challenging the status quo. Við skorum á hólm svona kyrrðar ástandi. And being a lamp on a lampstand. Og við erum þessi ljósastika. If you feel God is stirring you right now, Ef þú upplifir að Guð sé að hræra við þér núna, you may not have taken this personally before. þú hefur ekki tekið þessu eins persónlega áður. You feel God is stirring you. Ef þú upplifir að Guð sé að hræra við þér, I want to pray for you now. þá vil ég biðja með þér akkurat núna. If you feel that, raise up, stand up. We're going Ef to þú pray for upplifir you. þetta, þá biðjum að rísa úr sæti.